Förum í annað mál á dagskrá sem umræða Intercultural Cities og þá tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Intercultural Cities samstarfsvettvangur sveitarfélaga fjölbreytileika. Þetta verkefni á vegum Evrópuráðsins sem tekur þó til fleiri borga heldur en bara þeirra sem eru innan Evrópu. Að verkefninu eru í kringum 60 borgir aðilar í dag, flestar innan Evrópu en einnig borgir frá Japan og Mexíkó og Kanada. Hugmyndafræði verkefnisins í raun framsækin. Hún snýst nefnilega ekki það eitt að skapa sátt á milli ólíkra einstaklinga eða hópa. Hún snýst ekki aðlögun einstaklinga eða hópa og hún snýst ekki að sýna fram á að fjölbreytileikinn geti gengið eftir. Hugmyndafræðin gengur út á það að fjölbreytileiki sé eftirsóknarverður í sjálfu sér, að fjölmenning sé auðlind, að sama hvort að litið sé á efnahagslega, menningarlega eða samfélagslega þætti og þróun að þá sé fjölbreytileiki eitthvað sem við eigum og ætlum að sækjast eftir. Fjölbreytileikinn snýst ekki bara fólk af ólíkum uppruna, heldur fjölbreytileika í sinni víðustu mynd, karla og konur, fatlaða og ófatlaða og svona gæti ég lengi talið. Í júlí á þessu ári samþykkti borgarráð að sækja aðild að þessum samstarfsvettvangi. Síðan þá hefur verið unnið af krafti að hefðbundnu aðildarferli. Það byggir á því að meta stöðuna hérna heima, því sem vel gert og því sem við getum bætt og líka það sem við höfum fram að færa og getum mögulega hjálpað öðrum með. Matið hefst og hófst með staðlari spurningakönnun þar sem við sjálf mátum stöðu mála á ólíkum sviðum borgarinnar varðandi þjónustu og stjórnsýslu sem var notað til að bera okkur saman við aðrar borgir sem eru í þessu verkefni. Úr þessu var svo unnin skýrsla sem við höfum nú undir höndum og virkilega gagnleg eins og ég mun koma inn á bara rétt síðar. Þegar þessu mati lokið þá koma hingað sérfræðingar á vegum verkefnisins og funda bæði með kjörnum fulltrúum og embættismönnum og öðrum þeim sem gætu komið að verkefninu. Það komu hér fulltrúar frá samtökum verslunar og þjónustu, fulltrúar frá lögreglunni, fulltrúar frá alls konar aðilum sem taka þátt í því að móta þetta samfélag. Þetta snýst þetta ekki bara hið opinbera og borgarkerfið heldur samfélagið Reykjavík sem heild. Sérfræðingarnir kynntu sig og verkefnið og kynntust borginni og þeim verkefnum sem hér eru unnin. Í kjölfarið munum við svo fá aðra skýrslu sem verður þá grundvöllur að frekara samstarfi en ekki unnin með sama hætti og sú sem við höfum undir höndum. Sú skýrsla liggur sem sagt ekki fyrir ennþá og formlegur samstarfssamningur hefur ekki verið undirritaður en það liggur þá nokkuð ljóst fyrir eftir heimsókn þessara 3 sérfræðinga sem hingað komu í síðustu viku að virk þátttaka Reykjavíkurborgar í verkefninu nokkurn veginn borðleggjandi. Við höfum fjölmargt fram að færa og við höfum fjölmargt ólært. Við megum vera stolt af mörgu en við verðum líka bæta margt. Forseti, þessi skýrsla sem við höfum nú þegar fengið og borgarfulltrúar fengu senda fyrir þessa umræðu mat á 14 þáttum í rekstri borgarinnar. Fyrsti þátturinn snýst skuldbindingu það hversu langt Reykjavíkurborg hefur gengið sem stjórnvald til að lýsa yfir vilja sínum til að vinna að fjölmenningarlegri þátttöku og hvetja aðra aðila til þess sama. Í þessum þætti Reykjavíkurborg að ná 14% af mögulegum markmiðum þegar meðaltal þátttökuborga 74%. Það ansi vel undir meðaltali og alveg ljóst að við getum bætt úr mörgu, ef til vill ekki síst hjá okkur stjórnmálafólkinu og í opinberri stefnumörkun. Við höfum auðvitað mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar en þegar maður skoðar hana gaumgæfilega þá kemur í ljós að hún tiltölulega passív. Hún snýst fyrst og fremst það að koma í veg fyrir mismunun og tryggja grundvallarréttindi en sú nálgun sem Intercultural Cities byggir á ekki til staðar. Endurskoðun mannréttindastefnunnar stendur núna fyrir dyrum. Við höfum þegar skipað starfshóp til verksins og ljóst að hann getur aldeilis nýtt sér þær hugmyndir sem samstarfsvettvangurinn hefur og þær ábendingar sem við höfum þegar fengið. Það líka mjög brýnt að þessi málaflokkur fái formlegt heimili innan borgarkerfisins, að hann sé staðsettur á ákveðnum stað í borginni þó auðvitað verði öll svið að vinna saman að fjölbreyttri og góðri borg.
Mannréttindaskrifstofan að mínum mati best til þess fallin að hafa yfirumsjón með verkefninu. Auðvitað eru mörg sjónarmið uppi hvað það varðar og það getur vel verið að einhver önnur staðsetning sé betri, en það mjög mikilvægt að við tökum ákvörðun hvar þetta eigi að vera og hver það sem að raunverulega beri ábyrgð á þessu til þess að geta hvatt öll svið borgarinnar til þess að vinna að þessu verkefni sómasamlega. Annar liðurinn sem var metinn menntastefnan. Þar var skólakerfið metið út frá fjölmenningarlegu eða fjölbreytilegu sjónarhorni og þar náðum við 75% af mögulegum markmiðum og meðan meðaltalið 66%. Þar stöndum við okkur vel en við megum þó ekki láta deigan síga. Skólakerfið okkar jú grunnurinn að samfélaginu. Þar ætti allt að vera til fyrirmyndar, menntunin, menningin, viðhorfin og þar verðum við stöðugt að vera á varðbergi. Það þriðja sem að metið var hverfisstefna. Eða neighborhoods, hverfin. Hvernig tryggja hverfi borgarinnar það að innflytjendur geti tekið þátt í og upplifi sig sem hluta af íbúum hverfisins. Þarna skorar Reykjavíkurborg 45% af 64% þegar meðaltalið 62%. Það eru mörg tækifæri til staðar og aftur höfum við hér tækifæri til þess að setja þennan vinkil inn í núverandi stefnumörkun, alveg eins og mannréttindastefnan í endurskoðun, að þá vinnum við að gerð hverfisskipulagsáætlana fyrir öll hverfi borgarinnar og þar sannarlega tilefni til þess að taka þennan fjölmenningarvinkil inn. Fólkið sem að hingað kom nefndi dæmi eins og til dæmis það að skapa umgjörð fyrir fólk til að stoppa, hittast og tala saman. Það eitt gerir borg betri, gerir hverfin betri. Ef aðstæðurnar hvetja beinlínis til þess að fólk stoppi á einhverjum stað og tali saman, að ekki sé talað fólk sem ekki þekkist, að þá erum við að skapa dýnamík sem að gæti leitt af sér eitthvað gott og látið fjölbreytileikann njóta sín betur. Vinnan hverfisskipulagið sem sagt spennandi. Hún gengur vissulega út á það að íbúar hafi meiri áhrif og að þjónustan taki meira mið af þörfum og vilja íbúanna. En við getum bætt við sem sagt þessari fjölmenningar áherslu eða fjölbreytileika áherslu og það eru fjölmörg tæki og tól sem að þessi sérfræðingar nefndu í heimsókn sinni hingað og nefndu dæmi góðar hverfisskipulagsáætlanir sem við ættum sannarlega að skoða í þessari vinnu. Þessu til viðbótar auðvitað nauðsynlegt að skoða áhrifin sem að íbúarnir hafa og hvernig þeir upplifa sig sem virka þátttakendur. Og á vettvangi stjórnkerfis og lýðræðisráðs eru framundan mörg verkefni hvað þetta varðar, þar sem við verðum að skoða það hvernig fjölbreytilegir íbúar, öll flóran hefur möguleika til þess að taka þátt en ekki bara hinar ráðandi stéttir sem við föllum svo oft í að einhvern veginn hlusta á. Og það mjög spennandi að sjá hvernig stjórnkerfis og lýðræðisráð tekst á við þetta, jafnvel sem hluti af einhvers konar samstarfsverkefni innan þessa Intercultural Cities. Ég komin í 4. lið sem var metinn, sem opinber þjónustustefna út frá fjölmenningarlegu sjónarhorni, hvernig þjónusta borgarinnar tekur á móti fólki með tilliti til fjölbreytileikans. Þar náum við 50% af mögulegum markmiðum þegar meðaltal þátttöku borgarna 45%. Þetta einn af fáum þáttum þar sem við erum yfir meðaltali. Og þarna getum við samt sem áður bætt okkur, 45% eða 50% náttúrulega ekki mjög mikið, það segir sig sjálft að við getum gert betur. Þarna getum við, og þetta getum við gert með því að efla eiginlega alla hina þættina sem að mældir voru. 5. þátturinn varðar fyrirtækjarekstur og vinnumarkað og þarna kemur berlega í ljós að þetta snýst ekki bara það hvernig við hið opinbera beitum okkur, heldur líka bara hvernig samfélagið og hvernig aðstæðurnar eru fyrir innflytjendur til þess að taka þátt líka á einkamarkaði. Það skiptir mjög miklu máli að við reynum að stuðla að opnari og víðsýnni vinnumarkaði. Það alveg ljóst að fjölmenning ekki bara krúttlegt áhugamál þegar kemur að vinnumarkaðinum. Fjölmenning ekki bara eitthvað sem okkur finnst spennandi að því að það geti skapað skemmtilegri vinnustaði. Nei, tölur Hagstofunnar sýna okkur og spár vinnumarkaðinn fram í tímann. Þar sést alveg svart á hvítu að Íslendingar munu ekki standa undir sjálfbærum vinnumarkaði þegar fram í sækir. Erlent starfsfólk beinlínis nauðsynlegt ef við ætlum að hafa hér blómstrandi og gott atvinnulíf sem stendur undir velferð og góðu samfélagi á Íslandi. Samstarfsvettvangurinn getur að sjálfsögðu hjálpað okkur í þessum efnum eins og öðrum. Það eru margar borgir sem að glíma við þennan sama vanda og mörg spennandi verkefni í gangi sem við getum bæði fræðst og lært af.
Sjötti kaflinn, liðurinn sem var kannaður, menningarleg og frítímaþátttaka, þess að bara með hvaða hætti Reykjavíkurborg hvetur íbúa af ólíkum uppruna til þess að taka þátt í menningarlegum viðburðum á vettvangi frítímans. Hér liggjum við ansi þétt að meðaltali samstarfsborgana, við erum að ná 75% af 78% af meðaltali. Við getum engu að síður gert betur, það enn og ný erum við að endurskoða stefnumörkun og þessi vinna getur komið inn í það. Við erum að endurskoða það með hvaða hætti frístundakortið að virka. En við getum gert miklu betur bæði innan menningarstofnana. Borgarbókasafnið hefur verið að gera frábæra hluti en aðrar menningarstofnanir gætu gert mun betur. Félagsmiðstöðvar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar aldraðra og svona geti lengi talið sundstaðirnir okkar. Þar höfum við verið að velta fyrir okkur hvernig þáttaka fólks af erlendum uppruna og svo framvegis og svo framvegis. Og þarna getum við auðvitað séð hvernig best practices hafa komið út hjá öðrum borgum. Sjöundi liðurinn sem kannaður mjög nátengdur þeim þriðja sem varðaði hverfin. Þar erum við að skoða opinber rými í borgarlandinu, hvernig hönnun opinberra rýma getur hvatt til blöndunar og meðan illar hönnuð rými geta í rauninni hvatt þess að fólk stoppi ekki og raunverulega hrætt fólk frá því að njóta opinberra rýma. Þarna komum við aftur inn á það hvað skipulag og hönnun gríðarlega mikilvægur grunnur að góðu samfélagi og þarna getum við aftur lært heilmikið af góðum verkefnum sem hafa verið unnin í hinum borgunum. Áttundi liður sem var kannaður sáttamiðlun. Með hvaða hætti Reykjavíkurborg reyni að koma í veg fyrir átöku í borgarsamfélaginu, hvort sem slík átök séu að eiga sér stað innan innflytjenda hópa eða vegna ólíkra trúar og lífskoðunar. Þarna erum við að ná 38% af mögulegum markmiðum þegar meðaltal þátttökuborga 64%. Sáttamiðlun tiltölulega nýtt hugtak og hefur ekki öðlast sess í pólitískri umræðu. Ég man bara ekki til þess að við höfum rætt sáttamiðlun hér í sal borgarstjórnar áður, en mjög mikilvægt og það hefur sýnt sig að þar sem að sáttamiðlun beitt, þar sem að skólakerfi, þau lönd sem að beita virkri sáttamiðlun og kenna sáttamiðlun í skóla, þar og beita hugmyndafræði sáttamiðlunar í úrlausn viðfangsefna, að þar mun minna átök og meira gagnkvæma virðingu heldur en í samfélögum þar sem sáttamiðlun ekki beitt. Við erum ansi stutt á veg komin í þróun þessarar nálgunar gagnvart átökum í samfélaginu, en þarna gætum við til dæmis tengt saman þetta Evrópuverkefni og fyrirhugaða stofnun friðarseturs sem við erum nýbúin að samþykkja, en Alþjóðamálastofnun stóð nýverið fyrir málþingi einmitt það hvernig sáttamiðlun hægt að beita í daglegu lífi og þarna gætum við flétta þetta allt saman og ég held að það geti bara mjög spennandi. Nú 9, það svona hefðbundin þáttur sem mældur, það tungumálastefna með hvaða hætti Reykjavíkurborg kemur að kennslu tungumála. Þar erum við að ná 52% af mögulegum markmiðum þegar meðaltalið 49%. Það sem kemur eiginlega mest á óvart hér hversu lágt meðaltalið og það náttúrulega ekki ásættanlegt að það sé meðaltal í þessum þó interkultúral borgum eða sem sagt fjölmenningarborgum sem að setja sér einhver markmið hvað það varðar, að þau sé ekki að ná nema 49% af mögulegum markmiðum og þarna ættu við að gera betur eins og aðrar borgir og kannski þurfum við bara öll að hjálpa stað við það. Auðvitað erum við stöðugt að vinna úrbótum í þessum málaflokki, við erum stöðugt að reyna að bæta tungumálakennslu, við höfum verið að setjast að verkefni sem að varða móðurmálskennslu og við getum haldið áfram endalaust, en það alveg ljóst að við þurfum að gera mun betur hérna. 10. þáttur sem kannaður ekki innan okkar hefðbundna verksviðs hér í borgarstjórn. Þar erum við að skoða fjölmiðla og hvernig fjölmiðlar hafa áhrif á borgarsamfélagin, hvernig umfjöllun þeirra snýst fjölbreytt samfélag. Þar náum við ekki nema 25% af mögulegum markmiðum að meðan meðaltal þátttökuborganna 45% og það alveg ljóst að hér þarf að spýta í lófana. Þetta samstarf býður ekkert bara upp á það að við sem borgarfulltrúar förum og tökum þátt eða opinberir starfsmenn. Það getur vel verið að einhverjir fjölmiðlar, til dæmis svæðisbundnir fjölmiðlar hér í Reykjavík séu tilbúnir til þess að taka þátt í einhverju verkefni með svæðisbundnum fjölmiðlum einhvers staðar út í Evrópu til þess að einhvern veginn vinna að fjölbreyttari og betri umfjöllun fjölbreytileika mannlífsins og það getur bara orðið mjög spennandi.
Í 11. lagi var alþjóðlegt samstarf kannað hvort að Reykjavíkurborg hafi sett sér einhvers konar stefnu til þess að hvetja til alþjóðlegs samstarfs meðal annars fyrirtækja en einnig hvatningu til erlendra nema við að hefja nám í háskóla í Reykjavík. Þar erum við að ná 14% af mögulegum markmiðum meðal þátttökuborgirnar eru að meðaltali að ná 74%. Hér erum við aftur í rauninni að tala það sama og með fjölmiðla og fyrirtækjareksturinn. Hér þurfum við að efna til samstarfs út fyrir hið opinbera til þess að stuðla að alþjóðlegri borgarmenningu. Það er alveg ljóst að nemum hefur farið mjög fjölgandi erlendum nemum en hvernig við virkjum þá og hver sýnileiki þeirra er og hver þáttaka þeirra er í borgarsamfélaginu er kannski óljósara. Og alveg ljóst að við getum gert mun betur þar. Í 12. lagi var svokölluð margbreytileikahæfni metin og öll eru þessi hugtök einhvern veginn svolítið skrítin. Margbreytileikahæfni er ekkert rosalega gott orð en engu að síður eitthvað sem við þurfum bara að nota hér. Með hvaða hætti starfsmenn Reykjavíkurborgar og þjónustan er að taka á móti einstaklingum með ólíkan menningarlegan bakgrunn. Þarna náum við 11% af mögulegum markmiðum þegar meðaltal þátttökuborga er 61%. Eitt af því sem okkur býðst á þessu sviði í gegnum verkefnið er aðgangur að sérfræðingum í menningarfærni. Sérfræðingum sem að gætu komið hingað til lands með fyrirlestra og þjálfun í menningarlæsi og millimenningarfærni sem að gætu hjálpað starfsfólki borgarinnar í því að þjónusta breiðari hóp einstaklinga. Það er alveg ljóst að ef við ætlum að taka þátt í þessu verkefni að þá snýst það ekki bara eins og ég sagði hana við stjórnmálafólkið eða embættismennirnir, starfsfólk mannréttindaskrifstofu, mögulega einhverjir félagsráðgjafar taki þátt í þessu verkefni. Þetta snýst það að öll borgin taki sig saman, fyrirtæki, fjölmiðlar, hagsmunasamtök og allt starfsfólk Reykjavíkurborgar eins og það leggur sig. En það þýðir líka að við þurfum að nota þá resursa sem að samstarfið býður upp á, meðal annars þau námskeið sem að þarna eru í boði. Í 13. lagi er það móttaka nýrra íbúða, hvernig Reykjavíkurborg getur tekið á móti nýjum íbúðum og þarna hefur þegar verið samþykkt tillaga einhvers konar móttökupakka þar sem að fólk fær útlistað bæði réttindi sín og skyldur og svona helsta þjónusta en þarna getum við náttúrulega gert enn betur og við getum útfært það verkefni enn betur heldur en að var áður gert. Til dæmis mætti hugsa sér að fólki gefist kostur á að bjóða fram krafta sína og virkja hæfileika sína á einhverjum afmörkuðum sviðum þannig að þetta geti verið einhvers konar interaktífur pakki, ekki bara eitthvað sem er sendt til þeirra og þau sitja svo uppi með, heldur geti fólk komið til borgarinnar til einhverja aðila og virkjað sig strax. Nú ég gæti tala hérna í allan dag, ég á 3 mínútur eftir. 14. atriði sem var kannað er í rauninni bara þáttakan og nær til allra hinna þáttana. Hvernig getum við tryggt að ólíkt fólk í Reykjavík geti tekið virkan þátt? Og það getum við gert með því að styrkja alla hinna þættina og taka meðal annars virkan þátt í þessu samstarfi sem að mér finnst hljóma mjög gott bæði fyrir okkur og við getum sjálfsagt gefið öðrum borgum eitthvað líka. Markmið okkar hlýtur að vera sem sagt að gera betur. Það er alveg ljóst að við hér í Reykjavík erum ekki best í heimi. Niðurstaða matsins samkvæmt spurningakönnuninni sýnir að við erum í 57. sæti af 64 borgum. Við erum ekki einu sinni best með við höfðatölu. Það er alveg sama hvernig við beitum tölfræðinni í þessum efnum. Best í heimi á ekki við. Við erum tiltölulega nýbyrjuð að vinna markvisst að jákvæðara og fjölbreyttara samfélagi. Við höfum mýmörg tækifæri og ég er alveg viss að við höldum áfram að þá getum við nálgast það að verða best þó ég held að það eigi ekki að vera sjálfstætt markmið. Markmið okkar á að vera að læra af öðrum og ég held að þetta samstarf sé eitthvað sem komi til með að reyna miklu meira á auðmýkt heldur en keppnisskap. Við höfum fjölmarga kosti og fjölmörg tækifæri og samstarfið framundan er samkallaður lottóvinningur sem við verðum að nýta rétt og vel og mér langar til að nefna hérna 4 þætti sem við verðum að eiga sameiginlega ef við ætlum að gera þetta almennilega. Við þurfum að móta okkur sameiginleg markmið, meðal annars í gegnum endurskoðaða mannréttindastefnu og samstarfið við aðrar borgir á þessum vettvangi. Við þurfum að skapa aðstæður og umhverfi til framþróunar og aukinnar þátttöku á öllum sviðum samfélagsins. Við þurfum að meta fjölbreytileika og ólík sjónarmið að verðleikum og við þurfum að virða hvert annað. Ég trúi ekki öðru, kæru borgarfulltrúar og kæri forseti, en að við getum unnið í sameiningu að því að gera góða borg betri, fjölbreyttari og betri. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og ótrúlega satt, það hafa ekki fleiri hvatt. Jú, borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson, gjör svo vel.
Kæri forseti og borgarfulltrúar, ég ætla að þakka borgarfulltrúanum Sóleyju Tómasdóttur fyrir greinargóða yfirferð á þessari skýrslu svonefnd Intercultural Cities. Ég hef lesið hana sjálfur og hún á ensku, hún hefur ekki verið þýdd, en hún hérna með fundargögnum og ég hvet fólk til að kynna sér hana og einnig með fundargögnum skjal það sem farið yfir helstu niðurstöður þessarar samantektar á íslensku. Ég hef líka mætt á fundi og fyrirlestra með fulltrúunum sem gerðu úttektina og láta sig þessi mál varða. Þar finnst mér hafa sannast mjög að glöggt gerst augað. Þau eru með ferska sýn á okkar samfélag. Ekki síst í gegnum þessa linsu sem þetta intercultural fyrirbæri sem má náttúrulega leggja ríka áherslu á að dálítið annað en multicultural eða sem við þekkjum nú öll núorðið sem undir nafninu fjölmenning. Það nú eiginlega ekki til, held ég, íslenskt heiti yfir intercultural, en svona megin pælingin þar að fara aðeins lengra en fjölmenningar nálgunin kveður á varðandi það að vinna stöðugt í því að móta einhvers konar svona sameiginlega svona, hvað skal segja, félagslega samheldni innan samfélagsins. Það sé ekki bara nóg að styðja við fjölbreytileikann, heldur þarf líka að passa það að við höfum einhvers konar akkeri og að það sé ekki hver í sínu horni og einangrist, heldur þar svolítið að draga fólk saman og það náttúrulega nokkuð sem snertir bara samfélagið allt. Það alveg óháð því hvaða tungumál fólk talar og hvaðan það kemur og svo framvegis. Í nútíma samfélagi þá erum við öll ólíka okkar hátt og við erum fyrir miklum erlendum menningarströmmum hér og þaðan, þó að við höldum náttúrulega í okkar líka sameiginlegu einkenni sem binda okkur saman. Og eitt sem einkennir þessa interkultúrala pælingu líka að fara lengra varðandi það að vera ekki alltaf í vörn, sko, vera ekki alltaf að leggja áherslu á það að fjölbreytileikinn sé í lagi og hann sé svona næstum því vandamál sem þarf bara að yfirstíga, heldur frekar að lögð áherslu á kostina sem fylgja honum, þessa gerjun og þessa þessa dýnamík, svo ég leyfi mér að sleppa, sem að verður þegar við leyfum okkur að verða fyrir áhrifastraumum og svona hleypum þeim að og lærum hvert að öðru. En það auðvitað rétt að við komum almennt séð ekki svona eins og það mælt vel út úr þessum mælingum, en það náttúrulega bara hvati til þess að gera betur og þarna auðvitað vísa til borga sem geta orðið góð fyrirmynd. Hamborg kemur oft við sögu og líka Kaupmannahöfn og það náttúrulega sumt sem ég sérstaklega hrifinn af og eins og borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir kom aðeins inn á gætu fallið vel að áherslum stjórnkerfis og lýðræðisráðs varðandi það að virkja þátttöku og passa það að fólk láti raddir sínar heyrast og efla félagsauðinn. Ég mjög hrifinn af pælingum það að akkúrat af því að við erum að fara út í það að þétta gróin svæði, að fólk virkja fólk og þann félagsauð sem í þeim svæðum fyrir, bæði til að hafa samráð við þau og jafnvel bara að fólk geti sjálft haft aðkomu að mótun síns eigin umhverfis. Það mjög jákvæð leið og öflug leið til þess að svona efla svonefnda hverfisvitund eða svona vitund fólk gagnast nærsamfélagi, að það beinlínis taki pínlítið þátt í því að móta það sjálft. Svo eru þarna líka nefnd til sögunar þátttökufjarlagagerð sem var nefnd í stefnuskrá Pírata í Reykjavík og
Ég hef rætt hér innan borgarkerfisins við ýmsa og hefur verið tekið ágætlega í það þó að það hafi ekki enn verið tekið til formlegra skoðunar. Það er mjög spennandi aðferð til þess að virkja fólk og svona veita því innsýn í það hvernig kerfið virkar og svona vekja áhuga á því. Og einnig varðandi skipulagið, það eru mjög skemmtilega pælingar varðandi það hvernig skipulagið getur ýtt undir eða svona latt fólk frá því að tala hvert við annað. Það náttúrulega kemur fyrir jafnvel á þessum netvæddu tímum að fólk þarf að fara út úr húsi og hittast og það getur jafnvel oft verið stundum verið mjög góð leið til þess að eiga samskipti við fólk. Já, eins og ég segi, mér finnst þetta mjög spennandi og hlakka mjög til þess að sjá hvernig frammynda þessa mála verður og vonast til þess að borgarfulltrúar allir og ekki síst almenningur kynni sér þetta ítarlega og hafi á þessu sterkar skoðanir. Takk. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég hef haft tækifæri svo sem fyrr til þess að kynna mér aðeins þetta verkefni sem að ég tel að sé mjög gagnlegt og maður sér það bara á því mati sem að liggur nú þegar fyrir að þetta er svona uppsetningin á þessu er faglega unnin þó að með þetta alltaf svona velta fyrir sér sko hvernig hver og 1% liggur þegar það er verið að meta svona flókna þætti. En þannig erum við komin svona með punktstöðu til þess að halda áfram með og átta okkur á því hvort við erum að sækja fram eða ekki í þessum þáttum. Það er auðvitað mjög margt sem að Reykjavíkurborg getur gert betur og þess vegna er þetta mjög mikilvægt að nýta sér þetta. Hvaða skoðanir sem við höfum á mismunandi málum og málaflokkum, hvernig við viljum framkvæma á því ekki erum við öll sammála það hver aðferðin er, þá hljótum við öll að vera sammála það að við viljum bæta okkur. Ég átti þess kost árið 2009 einmitt að taka þátt í umræðu og þó aðalega fylgjast með umræðu í Evrópuráðinu þetta mál, þar sem voru fulltrúar frá nokkrum af þeim borgum sem þá voru komin inn í þetta, því þetta byrjaði nú bara 2008, að fylgjast með því hvað áhersla borgarstjórana, þetta voru nú flestum tilvikum borgarstjórar viðkomandi borga, hvað áhersla er lögð á það hvað umræðan, hinn pólitíska umræða skiptir miklu máli. Það fannst mér áhugavert. Það er eitt, það er sem sagt hvernig við framkvæmum þetta, hvernig þetta fer fram í stjórnkerfinu, en ég held að ég geti fullyrt að þessi borgarstjórar voru allir sammála að það hvernig pólitíska umræðan er þessa málaflokka og nálgunin í pólitíkinni er lykilatriði. Vegna þess að þó að við óskum þess að almenningur komi að þessu og almenningur kynni sér þetta og svo framvegis, að þá gerist það ekki nema upp á mjög litlu marki. Þannig að pólitíkin, kjörnir fulltrúar verða að draga vagnin í þessu. Ég átti þess líka kost og ég ætti ekki þess kost að sitja hérna á fund að hitta stuttlega þessa 3 sérfræðinga frá Evrópuráðinu. Ég verð að segja það að við á sveitarstjórnarstiginu höfum alveg ágætis reynslu af sérfræðingum þaðan. Hafa verið með góða ráðgjöf til okkar, til dæmis vegna fjármálareglna sveitarfélaga. Og Íslandi er náttúrulega búið að vera í Evrópuráðinu í mjög langan tíma, yfir 60 ár. Þannig ég get ekki annað sagt en það að mér finnst þetta áhugavert. Ég velti fyrir mér einni spurningu ef ég má spyrja. Ég sé að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir er í salnum, þannig að ég þykist vita að hún komi hér upp á eftir.
Einhvers staðar sá ég að þetta kostaði 750.000 á ári. Hún kannski kemur inn á það hvernig það er fjármagnað eða hvort að Evrópuráðið greiðir kostnað fyrir okkur. Nú svo vil ég segja það að mér finnst að ákveðnir þættir hérna sem að borgin er bara að ná ágætis árangri. Það hlýtur að undirstrika það að til dæmis að stefna sem að unnið var í málefnum innflytjenda á kjörtímabilinu 2006 til 2010 og hún hafi skilað sér og hafi haft jákvæð áhrif í þessari úttekt. Þannig að ég segi bara að ég lýsi yfir stuðningi við þetta og vil segja það að lokum að jákvæð nálgun í þessum málum, hún hlýtur alltaf að bæta samfélagið því að við höfum auðvitað alltaf upp að töluverðu marki verið fjölmenningarlegt samfélag og það er að gera að nýta sér alla þá jákvæðu þætti sem að því fylgja, þannig að gera nýja borgara að þáttakendum en ekki útlögum í samfélaginu og þessi stefna einmitt miðar að því. Þannig að ég er bara mjög spenntur að sjá hvernig okkur tekst að höndla þetta, en minni enn og eftir á að það sem ég sagði hér í upphafi borgarstjóra borgana sem tóku þátt í umræðan árið 2009 sem ég hlustaði á og þeir sögðu hinn pólitíska umræða, hún er lykilatriði í þessu, hvernig ætla stjórnmálin að nálgast Intercultural Cities verkefni. Það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að svara því strax með 750.000 kallinn. Það er sem sagt þannig að kostnaðar vegna verkefnisins eru 750.000 krónur á ári. Inn í því er í rauninni allt innifalið. Þetta er bara hluti af þeim fjármunum sem við verjum í innflytjendamál eða fjölmenningu í Reykjavík. En inn í þessu er til dæmis heimsókn þessara 3 sérfræðinga sem hefur sjálfsagt kostað meira heldur en 750.000 og ég held að við höfum grætt alveg heilmikið á. En því til viðbótar getum við fengið hingað sérfræðinga til þess að vinna einstökum verkefnum og farið út á einstök námskeið eða í samstarfsverkefni. Þannig að ég held að þetta sé tvímælalaust mjög vel sloppið fjárhagslega og við höfum eftir að fá miklu meira út úr þessu heldur en við erum að leggja fram í fjármagni. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita ansvar og þá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, kæru borgarbúar. Ég verð að segja heimsóknin frá fulltrúum Intercultural Cities opnaði augu mín að mörgu leyti. Þeir spurðu okkur svona opinnar spurningar á fyrirlestrum sem við héldu hvort við varum talsmenn margmenningar eða fjölmenningar. Og ég einhvern veginn fattaði þá að ég sem hefði hingað mig til tala með ágætan talsmann fjölmenningar eða fjölbreytileika eða margmenningar eða hvað sem við köllum það, þá hafði ég rauninni aldrei gengið lengra heldur en að segja að fjölmenning væri allt í lagi, að þetta myndi allt sleppa, þetta var ekkert að óttast og þar sem þetta myndi bara, eins og ég segi, vera allt í lagi, þetta myndi ekki skaða okkur. Ég hef aldrei talað mögulegan ávinning af því að lifa í fjölbreyttu samfélagi, mögulegan ávinning af því að fagna fjölmenningu og fá inn fleiri menningar heima. Kosti þess að læra af nýju fólki, nýri menningu og sjá til þess að úrkoman er betri en það sem við höfum fyrir. Það hafði ég aldrei gert og það fannst mér að pínu sjokkirandi. Ég hafði rauninni aldrei gengið lengra. Ef við lítum svo á að menningarleg áhrif séu alltaf frá því að vera hrikalega neikvæð yfir í að vera allt í lagi eða óskaðleg, þá hljótum við að einhver leyti að segja að menningin okkar eins og hún er í dag verði ekkert betri. Það er að segja að við séum bara best og við getum ekki lært neitt öðru menningar heimum. Fulltrúarnir sem komu hingað sögðu okkur svona góða dæmisögu til þess að útskýra svona cultural advantages, svona kosti fjölmenningar. Svo ykkur dæmisögu frá Bandaríkjunum sem var bara raunveruleg saga. En þar er fæðingarþunglyndi orðið mjög landlægt. Fæðingarþunglyndi meðal bandarískra mæðra er orðið mjög mikið og þetta er heilbrigðisvandamál. Sem að verða að rannsaka máli og komist að því að það er varla þekkt hjá innflytjendum frá Latnesku Ameríku. Það er að konur sem eru innflytjendur frá Latnesku Ameríku, það bara þekktist ekki fæðingarþunglyndi hjá þessum hóp innflytjenda. Þar er hefð fyrir því að konan sé í fullkominni hvíld í 40 daga eftir fæðingu barns, að stórfjölskyldan komi inn á heimilið,
allir hjálpist að og það sé allt gert til þess að hún konan fái næga hvíld og sé aðstoðuð með allt. Það er þeirra menning. Það var einn af þeim menningu sem þau hafa flutt með sér til Bandaríkjanna. Og þannig var að skoða þetta dæmi það hvernig við getum lært við öðrum menningarheimum og vonandi list vandamál eins svikalegt og fæðingarþunglindi er. En getum við lært eitthvað? Erum við best í heimi? Við erum handhafar ófárra heimsmeta. Við erum heimsmetahafar í notkun þunglyndislyfja. Við erum feitust. Unglingarnir okkar eru gjarnastir til að fá klamydíu. Getur verið að séu hlutir í okkar alíslensku menningu sem séu ekki frábærir og við getum mögulega lært af öðrum þjóðum, öðrum menningum. Ég held það. Ég trúi því að utanaðkomandi áhrif geta ekki bara verið óskaðleg, heldur líka bara mjög jákvæð og gagnleg. Og með því að segja þetta held ég sé fyrsta skipti orðin talsmaður, fjölmenningar, margmenningar, fjölbreytileika eða hvað sem við getum orðað. Ég held að með því að vinna markvisst að því að efla fjölbreytileika og margmenningu og mæla það líka hversu vel við hrærum í þessum menningargraut sem er hérna, þá verður borgin betri og allir borgarbúar, nýir og gamlir, hamingjusamari. Takk. Það er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir umræðarnar hérna. Mér heyrist að þetta sé bara á margan hátt hið ágætasta verkefni sem fróðlegt er að taka þátt í. Tala nú ekki ef að kostnaður verður svona lágur eins og nefnt hefur verið. Mér langar aðeins til þess að biðja það að þeir sem leiði þetta verkefni fyrir okkar hönd, þeir finni því sem fyrst eitthvað svona gott íslenskt nafn. Mér finnst leiðilegt að sjá í dagskránni, þó ágætisverkefni sé að ræða, þetta Intercultural Cities. Mér finnst að við að reyna svo við getum að íslenska heiti slíkra verkefna og stofnana. Lengi vel þá held ég að embættismenn, bæði ríkis og borgar, hafa lagt sig í líma við að íslenska slík heiti hafa sem minnst af erlendum orðum í stjórnsýslunni, ekki að öðru komist. Þannig að, en hér er svolítið nýtt verkefni að ræða og kannski ekki búið að finna íslenskt orð á það við hæfi. Þannig að ég vil bara hvetja til þess að það verði gert sem fyrst. Ég hef búin að velta fyrir mér einhverju þýðing á því, ég ætla svo sem ekki að velta því upp hér, en það er mikilvægt að þeir sem vinni þetta fyrir okkar hönd, þeir finni þessu íslensk heiti, þannig að í okkar skjölum sé þetta frá upphæði með íslensku heiti. Mér finnst það að borið á því svona á síðustu árum að sem sagt ensk heiti slíka alþjóðlegra verkefna, þau séu eiginlega komin inn í okkar tungu. Höfum það í huga alþjóðleg verkefni, þau eiga sér stað á kannski mörg hundruð tungumálum og þær þjóðir sem hafa metnað og dug til að fylgja málstefnu eftir, þau eru oft fljóta að þýða þetta yfir sín tungumál. Það er ekkert sem segir að við þurfum í alþjóðlegu samstarfi að þó að enskan sé mikið notuð að nota slík ensk heiti inn í okkar stjórnsýslu og bara því ég er komið hingað upp þá langar mig að minnast á það að þegar við tölum menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna og skammstöfunin yfir hann er UNESCO, þá hefur mér fundist leiðilegt að sjá að yfirleitt alltaf þegar talað hana í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar í fundargerðum eða skýrslum, þá er alltaf talað UNESCO en íslenska heitið er nánast dottið út sem er menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna sem segir auðvitað venjulegu fólki miklu meira heldur en orðarleppurinn UNESCO eða skammstöfunin. Bara höfum við þetta í huga og gerum íslenskunni hátt undir höfði eins og hún á skilið. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er síðust á mælendaskrá borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Borgarstjóri, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna þessu verkefni hér, mér finnst þetta afskaplega spennandi verkefni og ég held að við sem hér sitjum inni höfum öll átt fyrir lána að fagna að ferðast til útlanda. Og þegar við ferðumst erlendis að þá tökum við inn ýmsa menningarstrauma, hvað þá þegar við búum kannski erlendis í lengri eða skemmri tíma.
Og ég held að við getum verið viss um það að rýna betur í það hvernig við getum nýtt bæði það sem við höfum kynnst erlendis og svo þetta sem er til umfjöllunar hér. Ég held að þetta geti verið mjög þroskandi fyrir okkur sem samfélag á svo margan hátt og það er margt sem er tilnefnt hérna tiltekið í því sem er hér til umfjöllunar sem er ekki bara jákvætt fyrir fólk af erlendu bergi, heldur líka bara fyrir okkur sjálf hér heima, Íslendingana. Það er eitt, ef einhver er ekki búinn að kynna sér vel þessa skýrslu á ensku, þá hvet ég ykkur til þess að rýna vel í hana. Og þar er verið að benda á ýmsa staði erlendis þar sem eitthvað hefur tekist mjög vel til, en mér finnst vanta, og það er vafalítið hægt að fá bót á því, mér finnst vanta að hafa svona vefsíður sem við getum farið inn á til þess að kynna okkur þau mál betur, þar sem verður að vísa eins og það verður að tala um í Stavanger, það verður að tala um einhverjar borgir á Spáni eða Ítalíu og víðar, að hérna hvort að við gætum ekki gengið að slíkum svona dæmum. Svo vona ég að þetta komi til með að liggja á netinu þannig að almenningur geti kynnt sér þetta. Mér finnst þetta virkilega gott og við getum lært mikið af þessu. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og þá mun borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir koma hingað upp og ljúka þessar umræðu. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú byrja að þakka fyrir góðar umræður og mér sýnist vera svona tiltölulega mikill samhljómur það að vinna að þessu verkefni þvert á flokka. Mér langar til að svara aðeins kannski borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, annars vegar Halldóri Halldórssyni borgarfulltrúi sem að velti fyrir sér hvernig svona pólitískt aðkomu pólitíkurinnar. Ég fór nú yfir það í dálítið löngu máli að við þurfum að standa að öllum þeim verkefnum sem öllum þeim úrbótum sem að koma fram í skýrslunni og við þurfum einhvern veginn að bæta úr því sem að þar er ekki nægilega vel gert. En við þurfum fyrst og fremst snýst þetta í rauninni pólitískan vilja til þess að bæði leggja fé og mannafla í verkefnið og þess vegna verð ég nú að segja að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem kemur hér upp og segir að honum lítist ágætlega verkefni sérstaklega vegna þess að kostnaðurinn sé svo lágur. Ég kann ekkert sérstaklega vel við það að sitja undir slíkum umvöndunum frá borgarfulltrúum. Ég tala nú ekki borgarfulltrúum sem að tala fyrir stúkubyggingum og framkvæmdum við umferðarmannvirki hvar og hvenær sem að ekki megi verja fé í mannréttindamál eða að kostnaðurinn þurfi að vera lágur til þess að verkefni séu réttlætanleg á sviði mannréttindamála. Ég hefði vel, ef að kostnaðurinn hefði verið meiri við þetta verkefni þá held ég að við hefðum samt sem áður farið í það. Vegna þess að það er mikilvægt kostnaður eða sá kostnaður sem við leggjum út til mannréttindamála skila sér margfalt tilbaka. Og ég held að þessi mun minna umdeilt að kostnaður vegna mannréttindamála skilir sér tilbaka heldur en kostnaður vegna til dæmis umferðarmannvirkja að ekki sé talað um stúkubyggingar. En þetta var nú út úr. Ég vil alla jafna upplifði ég það að hér væri stemning fyrir því að stuðla að fjölbreyttara samfélagi og að hér ríkti skilningur á því að fjölbreyttara samfélag er betra samfélag. Það er ekki bara krúttlegt og spennandi og skemmtilegt, það er raunverulega betra fyrir okkur öll, það er hagkvæmara, það er efnahagslega hagkvæmara, það er menningarlega betra og samfélagið allt nýtur góðs af því. Og þess vegna hlakka ég til að finna út þau verkefni sem við getum tekið virkan þátt í, bæði miðla því sem vel er gert hér og lært af því sem vel er gert annars staðar og ég vissum að þetta leiði til þess að borgin verður betri. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá er 2 óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég skil nú ekki alveg hvert borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir er að fara með því að vera hérna með skætning í minn garð. Ég kom örstutt inn á þetta verkefni og talaði bara vel þess að hér verður greinilega hið ágætasta verkefni á ferðinni. En bætti ég síðan við að því að kostnaðurinn hefur verið gerð umtalsefni að þetta verið lítill kostnaður og það verið ágætt ef þetta héldist innan þess ramma. Og þetta segi vegna þess að það er náttúrulega kunnari frá þurfa að segja að í gegnum tíðina hefur borgarstjórn tekið við ýmsum verkefnum sem síðan hafa reynst miklu dýrari heldur en að var stefnt í upphafi. Þess vegna er mjög mikilvægt að þegar að fara af stað í slíkt verkefni, það átti menn sig á kostnaðinum.
leggi hann á minnið og hafi það í huga ef að kostnaður síðan vex. Ég vísa því alveg á bug að ég hafi verið með einhverjar umvandanir hér eða að vera að gera lítið úr verkefninu eitthvað slíkt eða lítið úr mannréttindum. Eins og borgarfulltrúi var sennilega að reyna í að. Og það er alveg ótrúlegt að þessi borgarfulltrúi skuli kjósa því að ég þykist nú vita að hún hefði átt veg og vanda þessu verkefni. Að hún skuli grípa tækifæri hér þegar menn segja örfá orðum kostnað til þess að reyna að koma þessu verkefni í eitthvað átaka farveg og koma hér með skæting í garð félagsins í borgarstjórn. Og það kann maður að sjálfsögðu ekki við. Það verður að segjast eins og svona opinber eða þessi verkefni, alþjóðleg verkefni. Okkur stendur náttúrulega til boða að taka þátt í fleiri alþjóðlegum verkefnum heldur en tölu verður á komið. Þess vegna þurfa að velja þau á kostgæfni og ég býst við og treysti því að það hefur verið gert svo í þessu tilviki. Og það verður kannski ágætt að taka eitthvað saman, að félagsskrifstofa og borgarstjóra kannski að taka saman við tækifæri hvað borgin aðili að mörgum slíkum verkefnum og sáttmálum og allskyns ráðstöfunum og slíkum hlutum til þess að átta sig á kostnaðinum og hverju þetta að skila okkur. En það hægt að gera það við tækifæri, en ég alls ekki að draga í efa að þetta fyrirtæki nýtist okkur vel og treysti því. Og einmitt þess vegna, þetta á að vera óumdeilt verkefni, þá algjör óþarfi hjá ákveðnum borgarfulltrúum að reyna að nota það sem tækifæri til þess að skensa aðra borgarfulltrúa, félaga sína. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Lokið að veita andsvar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Mér finnst þetta alveg bara ótrúleg ræða sem kom hérna hjá borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur. Það sem að, einhvern veginn virðist vera það sem að mannréttinda vængurinn hérna megin og einhver umferðarmannverki hinum megin. Og ef þú ert á því að það sé í lagi að byggja umferðarmannverki þá ert þú bara einhvern veginn að gera það á kostnað mannréttinda. Fyrir utan það að mörg þau verkefni sem við höfum unnið hér, einmitt undir formerkjum mannréttinda, meðal annars kynjafjárhagsáætlun og aðrar önnur slík verkefni, það ekki verið að, við erum ekki að mæla árangur þeirra, við erum ekki að nýta þau til fulls. Við erum ekki að vinna með þetta eins og við þurfum að gera, við miður. Ég get upplýst það að síðasta fundi skipulagsráðs kom það algjörlega skýrt fram að niðurstöður síðasta verkefnis kynjafjárhagsáætlun bara fóru fyrir ofangarð og neðan. Það nákvæmlega ekkert verið að gera við þetta, þannig að skiptir öllu máli að við ræðum það hvernig við ætlum í verkefnin, hvað ætlum við að læra þeim og hvernig ætlum við að gera það. Og það þýðir ekkert að vera með einhvern skæting hér út í aðra borgarfulltrúa þó þeir samþykki einhver mannverki eða ekki. Að þau séu þá ekki hæfi að ræða slík verkefni. Mér finnst það nú bara afar leiðilegt og svona bara vont að heyra. Svo bara alltaf sjálfsagt við ræðum kostnað og bara meðal annars þegar maður fyrir að lesa þennan lista sem liggur undir verkefninu og í rauninni einkunnin okkar byggir á, þá kemst maður á því að margt í því einmitt matið, evaluation. Hvað ætlar að gera við þetta? Hvernig ætlar að meta þetta? Ertu með stefnu? Og þar þurfum við svo sannarlega að taka okkur á. Bara á mörgum stöðum, sérstaklega í kynjafjárhagsáætlun. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég stend við það, ég kann ekki við það þegar verið að blása upp kostnað vegna mannréttindaverkefna og mér finnst vera tilhneiging til þess að blása upp kostnað vegna þessara verkefna en ekki annara og hlutirnir stundum teknir aðeins úr samhengi þegar við erum að ræða fjármál, en það er bara annað mál sem við getum rætt hér endalaust bæði í bráð og lengd. Hitt aftur á móti sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir nefndi er árangursmælingar. Það er einn af kostunum við þetta samstarfsverkefni hversu vel árangurinn mældur. Og það að við skulum vera indexeruð í upphafi verkefnisins og getum svo óskað eftir því að vera mæld hvenær sem á ársfresti, 2 ára fresti eða bara þegar okkur þóknast. Það
Það svolítið eitthvað sem við þurfum að koma okkur upp reglu með. Það einn af kostunum við þetta að þetta virkilega vel mónitorað verkefni, svo ég noti vonda íslensku, og árangurinn alveg skýr, eða ætti að geta orðið alveg skýr. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að svara andsvarið. Það veitir andsvarið sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla nú að áður en ég klára þessa umræðu að segja að ég styð þetta verkefni algjörlega. Mér finnst frábært að við förum að horfa í verkefni og hvernig við ætlum að vinna með menningunum okkar. Að sjálfsögðu gerum við það, mér finnst það ekki spurning. Hins vegar eigum við alltaf að vera að spyrja okkur, hvað erum við að fá út úr verkefninu? Hvernig erum við að nýta fjármagnið? Það af skornum skammti. Það eru stór verkefni sem blasa við. Við erum ekki ná að loka fjárhagsáætlun. Og þess vegna verðum við að spyrja okkur hverja einustu krónu, þó að sjálfsögðu ég styðji það að við nýtum svona verkefni eins og bara hægt er. Og ef við teljum það vera það mikilvægt að skipta okkur verulegu máli. Þá hefur Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á ansvarslistanum. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar bara til þess að benda borgarfulltrúanu Sóleyju Tómasdóttur á það að góð bústýra ætti að vera ánægð með það þegar kostnaðurinn ekki allt of hár. Og þannig eigum við auðvitað að vinna hérna í borginni að öllum málum, sama hvort það mannréttindamáli eða skipulagsmáli eða umferðarmáli eða hvaðeina mál sem það eru. Mér finnst borgarfulltrúin láta í veðri vaka að við sjálfstæðismenn höfum ekki áhuga á mannréttindamálum. Ég minni á það að í meirihluta okkar sjálfstæðismanna hér 2006–2010 þá unnum við að stefnu málefni innflytjenda. Við komum hér á fjölmenningardegi, við komum hér á mannréttindadegi og mannréttindaverðlaunum. Við komum á ýmsum góðum verkefnum eins og tölvukennslu fyrir eldri borgara og fleiri verkefni gæti ég nefnt sem eru bara af hinu góða og sýna metnað okkar í þessu málaflokki. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og þá hefur gullfallegi borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir bæst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég var svo glöð þegar ég vaknaði í morgun og sá fegurðina út svefnherbergisgluggann hjá mér. Ég bý við Elliðaárdalinn og það var svona bara hvítur snjór yfir öllum trjánum. Það var svo stórkostlega fallegt og mér langaði aðeins að ræða það. Og ég hélt og hugsaði kannski verður borgin aldrei að falleg eins og hann í dag. En ég held að borgin verði jafnvel fallegri þegar við erum búin að innleiða sem mest af þessum verkefnum sem að þetta tiltekna verkefni, Intercultural Cities, sem við þurfum að íslenska, verður orðið að veruleika. Því að það gerir þessa fjölmenningu ennþá eftirsóknarverðari. Mér datt í hug að þetta hugtakið mætti vera sáttasamfélag vegna þess að þegar við höfum innleitt þessi verkfæri sem verður að gefa okkur upp í hendurnar að þá kannski verður við sáttari vegna þess að við berum meira virðingu hvort fyrir öðru. Það verður meira umburðarlyndi gagnvart svona sérstökum þörfum og ákveðina hópa og það er svo mikill ávinningur af því að vera samfélag sem að tekur í faðminn alla jafnt og þetta snýst þetta að gera til dæmis fólk sem að kemur frá Serbíu auðvelt með að aðlagast okkar samfélagi og okkur að aðlagast þeim eins og mögulegt og þannig að ég held að þessi fallegi dagur þegar flestir eru sammála þetta verkefni verði ekki endilega fallegasti dagur inn í Reykjavík heldur kannski þegar við horfum nokkur ár fram í tíman þegar við höfum gert ýmislegt til þess að íbúum borgarinnar hvaðan sem þeir koma líði enn betur.
Og það það fallega við þetta. Mér langaði bara svo að segja það í lokin. Af því að fólk var farið að rífast eitthvað sem kannski var ekki málið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum í 3. dagskrárlið sem er umræðu opin íbúðarfundi.